Velkomin í Biblían á mannamáli. Ég er sestur hérna með biblíuna mína og góðan bolla af kaffi og við erum að halda áfram að skoða Galatabréfið. Þetta er það mikið mál og það mikilvægt mál sem Páll og var að reyna að rökræða gegn umskurðarsinnunum og færa rök fyrir gagnvart kirkjunum í söfnuðunum í Galatíu, að ég tók síðasta tíma, 50. tíman okkar, bara til þess að fara aðeins dýpri í það og ég ætla að nota 1 tíma í viðbót en til þess að skoða þetta aðeins betur. Og í stað þess að rifja allt upp, því fyrirgefið mig það, ég kannski rifja ekki allt upp í hverjum þætti, en þá hveti ég ykkur til að hlusta á þættir undan til þess að fá kannski enn skýrara og sterkara samhengi þarna á milli. Umskurðarsinnarnir fóru fram á það og héldu því stíft fram að allir heiðingjar, þar að segja fólk utan Ísraels, yrði að fylgja öllu lögmáli Móse, með öðrum orðum bara gerast gyðingar, ef að þau ætluðu eitthvað vonum að tilheyra sáttmála og lífi Guðs. Það var ekki nú bara að trúa á Jesú Krist og hleypa honum inn og leyfa honum að gera það sem hann vildi í hjörtu þeirra. Þau eru að taka líka allt utanfrá lögmálið og fylgja því. En Páll var þessu ósammála og færði fyrir því rök og hann notaði hans sterkustu rök eiginlega voru það að Guð hafði gefið Abrahams með forfaðir alls andlegs hóps fólks á jörðinni, hann segja forfaðir trúarinnar, alveg sama hvert farið faktist. Hann var þar á undan og það voru ekki til neini gyðingdómur eða kristindómur eða skipuleg trúarbrögð af því taginu þegar hann fer af stað, en hann var talinn faðir trúarinn og Guð hafði gefið honum loforð og það var vegna trúar Abrahams á loforðið sem Guð hafi gefið, sáttmálan, sem að það var tilreiknað honum til réttlætis og veitt honum aðgang að samfélaginu. Þannig og Páll var að reyna að færa rök fyrir því að það gildir að sama, því að Guð sagðist myndu blessa allar þjóðir, allt mannkynið fyrir Abraham. Lögmálið sem kom 430 árum síðar, lögmál Móse, gat ekki núllað út þetta. Þetta eru rök Páls aðalega og mér langar aðeins að skoða þetta betur, því að margir hafa rökrætt þetta fram og tilbaka með að vera frelsaður eða hólpinn, eiga aðgang að Guði fyrir náð, eingöngu fyrir trú og fyrir náð, en ekki fyrir verk. Páll hins vegar lagði enga áherslu á það og alls ekki að menn ætti alls ekki að sýna góð verk. Þau bara spretta frá öðrum grunni, þau eru ávöxtur, þau eru afleiðingar ekki orsök. Og við erum að skoðum þetta aðeins betur, bara svona til að átta okkur á því sem í gangi, að þetta skiptir gríðarlega miklu ef við bara heimfærum þetta yfir á daginn í dag. Það eru margir í dag kristnir og margir sem ekki endur eru kristnir en hafa einhverja hugmynd kristnir eða hvað þau halda kristnir menn boði, til dæmis þetta, að Guð Ísraels hafi sett gríðarlega kröfur á mannkynið og gerir það enn með lögmálinu, til dæmis, gríðarlega kröfur. Það ekkert smá mál að reyna að halda þetta lögmálu, þeir gátu bara ekki og geta ekki enn. Þeir viðurkenna það alveg. Þetta eru 613 boðorð og þetta meirinn að segja það. Þetta er mjög stífur lífstíl, en hafandi sagt það, vil ég taka það fram, ég þekki marga gyðinga sem að fylgja þessu og lifa eins vel eins og þau geta eftir lögmálinu og það er blessun í lífið þeirra. Þetta er ekki til einskis gert. Röksemdi og færsla Páls var einfaldlega þið getið ekki, við eigum ekki að leggja þessa byrði á allt mannkynið til þess að fá aðgang að sáttmála Guðs. Og þessi hugmynd sem við höfum að Guð byrji með þessum kröfum og alla og síðan verða bara öskuillur og reiður ef við förum ekki eftir því, það er bara ekki rétt. Það er ekki biblíuleg kennsla, það er ekki biblíuleg fræðsla, það er seinni tíma tilbúningur í
hjá ýmsu fólki í skipulögðum trúarbrögðum til þess að hafa stjórn á hlutum og hafa stjórn á fólki. Þetta er ekki, ég tek það fram, þetta er alls ekki það sem Biblían kennir og þetta er ekki Guð Ísraels, Guð Biblíunar er ekki þannig. Svo hvað ef man byrjar ekki með kröfum sem er ekki hægt að halda og reiðist þá, með hverju byrjar Guð? Og það er það sem að er snildin og fegurðin í þessu öllu. Hann byrjar með sáttmála. Hann byrjar með kærleika. Alltaf. Það er til dæmis hvergi í Mósebókunum eða Tóra, 5 bókunum, og alls ekki, og ekki eins og í fyrstu það sem að línan er nú lögð. Það er hvergi í hebresku ritningunum nokkur staðar að finna hótun eilífa meðvitaða kvöl. Vissirðu það? Hugmyndir kristinna manna og margra sem að er ekki eins og ég segi kristnir en hafa svona ímynda sér eitthvað sem kristnir menn boða er að Guð setti kröfurnar, við getum ekki haldið þar, hann reiðist og ef við bara trúum ekki á hann þá endum við í helviti það sem er eilíf og þá er ég að tala eilíf, sjáðu, ekki bara tímabundin, eilíf kvöl, meðvituð kvöl kalla ég það, vegna að við erum með meðvutund, þannig við erum að kveljast alla eilíð af því við fórum ekki eftir sem að sagði. Biblían talar ekkert þetta, veistu það? Ekki neitt. Hún minnist ekki á þetta er tilbúningur. Þetta er tilbúningur og ég get fært fyrir því rök í Biblíunni ef einhver getur sagt, bent mér á í Biblíunni að þetta sé það sem við verðum að ræða í til dæmis hebresku Biblíunni, Gamla testamentinu eins og við kallum það, Fyrra testamentinu, þá vil ég gjarnan fá að sjá það. En ef við höldum okkur það sem hún kennir, þá byrjar hann með loforði. Hann byrjar ekki með hótunum, hann byrjar með loforðum eða fyrirheiti eins og kallað er. Og þarna, þetta er röksemdafærsla Páls. Trú Abrahams er forsendan. Við byrjum ekki á lögmálinu, við byrjum löngu áður. Við byrjum þegar Guð gaf fyrirheiti sitt. Lögmáli breytir engum fyrirheiti sem Guð gaf 430 árum fyrr. Þannig að trú Abrahams er forsendan. Hún er ekki knúin af ótta, hún er ekki knúin áfram af hræðslu yfir því að Guð ætla að gera eitthvað við hann ef hann stendur sig ekki nú vel. Nei, ef við lesum frásögunum Abraham, þá var þetta eintómt fyrirheiti, sáttmáli. Og trú Abrahams var það að hann tók orð Guðs bókstaflega og trúði því að Guð ætlaði að blessa hann, starfa í gegnum hann, gefa honum afkvæmi og allar þjóðir heimsins mundu blessun hljóta fyrir það. Þetta lesum við í fyrstu Mósebók. Trúin sem Abraham fekk var, við notum orðið stundum að hann hefði verið sáttmálatryggð, það er að segja Guð tryggði hana með sáttmála, hann gerði sáttmála við Guð. Í nútímanum myndum við hafa gert, hér áður fyrr dugði að taka í höndir og hvort öðru og innsigla með handabandi. Það dugur nú flestum tilfellum ekki lengur, allavega hjá flestum okkar og það er skrifað undir og það svo dugði það ekki til og þá þurftur að setja upp á stafinn okkur einustu blaðsíðu af 20 síðum sem að samningurinn gekk út á. Það þurfti að tryggja það að þetta væri sáttmála sem myndi standa. Guð gerði svona sáttmála við Abraham og hann trúði því. Þannig að hans trú hann stilti líf sitt inn á þetta lofur Guðs og áætlun hans lækningu fyrir allan heiminn. Blessun, allar þjóðir heimsins mundu blessun hljóta. Þannig að sáttmála, svo komum aftur á þessum kennslu með að losa okkur undan helvítið og vera ekki og taka trú bara til þess að við lendum ekki þar, myrkri og eldi og kvölum. Trú Abrahams og sáttmálinn er aldrei, ekki eitt augnablik byggður á það að þetta væri eitthvað svona neyðarútgangur til að losna við kvöl og dauða. Þetta var skuldbinding af hans hálfu og Guðs hálfu til að taka þátt í endurreisnarverki Guðs hér og nú á jörð. Sjáuðu muninn. Guð segir ekki að þið verið bara að gera svona, lifa svona á jörðinni og ef þið gerir það skal ég lofa ykkur að það verið eilíft líf í himninum. En ef þið gerir það ekki skal ég segja ykkur, þá er voðinn vís. Þetta er bara ekki kennsla Biblíunnar. Þetta er lofur, þetta er sáttmála að endurreisa
mannkynið til þess staðar, til þess hlutverks, til þess lífs sem það var skapað til. Vegna hvers? Vegna þess að við höfum týnt því hver við erum. Sköpuð í Guðs mynd. Guð er kærleikur. Þú og ég erum sköpuð í Guðs mynd, þannig að við erum kærleikur. Innst inni í okkar innra manni, djúpt inni, við bara förum aldrei þangað eða sjaldan. Ég segi förum aldrei, það er ekki rétt. Sumir fara þangað reglulega, aðrir veit ekki hvað ég er að tala og svo framins og allt þar á milli. En þar er lífið að finna, þar finnum við hjartsláttin. Sumir nota orðið þannig, við erum bara búin að gleyma hver við erum. Við höfum gleymt því, við höfum mist sjónar að því. Þegar við talaðum að vakna til meðvitundar, ég nota það mikið sjálfur, að ég vaknaði til meðvitundar það hver ég er. Og það er ekki bara kristnimenn sem nota þetta orðalag, þetta er notað allan heim, að fólk er að átta sig á því að það er eitthvað meiri í gangi heldur en bara það efnislega. Við nefnilega lifum og starfað og hræst í þessu efnislega og við höldum að það gangi allt út af það og erum aðskilin frá Guði. Guð er eitthvað lengst í burtu og gerir bara okkur kröfur og ef ég stend mikið vel, þá lendi ég bara í helviti. Það er bara að segja þetta ég veit ekki hvað 5. og 7. sinn núna í þessu stuttu örfáu mínútu sem ég er búin að tala. Þetta er ekki kennsla Biblíunnar. Ekki. Og þá tölum við þetta að vera hólpinn og taka þátt í þessu, vakna til meðvitundar og þetta hvort að það sé nóg að trúa, hvort að það eigi ekki að fylgja með neinn, með þú bara hegðu okkur þessu bavíunar og Páll er alltaf að segja nei, það er ekki þannig. Því það er það sem að þeir umverulega, þeir heldu. Sko, ef þú hugsar það að það má segja kannski að umskurðnarsinnarnir hafi verið svona bókstafstrúa menn síns tíma. Þeir segja þú verður að fylgja bókstafnum alla leið. Það er eina leiðin. Potter segir nei, það er ekki leiðin. Í dag höfum við bókstafstrúa menn sem að taka alla Biblíuna bókstaflega úr samhengi. Þegar ef þú tekur eitthvað vers bókstaflega og hvert einasta vers sé til þín og mannkynsins alls frá Guði komið bókstaflegri merkingu, þá lendum við í vandræðum. Við lendum bara í tjóni. Það gengur ekki upp. Ég meina, frásaga Biblíunnar gengur ekki einu sinni upp þannig. Þannig að við þurfum að sjá hver er andinn að bakvið. Bókstafurinn deyðir, andinn gefur líf, segir Biblían. Bókstafurinn deyðir. Og ég get vært mörg rök fyrir þessu og þið sem hafa stúdera þetta sem ég er að tala um eða skoða það, þið viti hvað ég er að tala um. En umskurðnarsinnarnir, þeir voru þessi hópur, þeir voru bókstafstrúarmennirnir og vildu fá alla með sér þangað. Alla þennan nýtrúðu, þeir áttu allir að koma í bókstafinn með þeim sem var lögmál Móse. Og Páll segir nei, þetta er ekki svo leis. Hins vegar segir hann að sú trú sem frelsar, sem að geri mannin hólpinn, þar að segja veitur aðgang að þessu endurreisna verki Guðs, vekur hann upp í hans innra manni. Sú trú er ekki bara játuð með munninum, hún er lifuð í lífinu. Þú lifir hann út og Abraham sýndi þá, hann færi rök fyrir því. Hann gaf, og ég talaði aðeins það ef ég maður rétt í síðasta þætti. Hins vegar, ef þú trúir því eins og ég viðurkenni það fúslega, eins og ég gerði einu sinni, eftir mér einhver sagði mér það og það var skilningur sem ég átti að hafa á þessu, að hjálpræði Guðs merkti björgun og þýddi björgun frá helvítiseldi og það hjálpræði fæst og fáist fyrir svona vitsmunalega trú eina saman. Það er að segja að ég þurfi ekki að lifa hann eitthvað sérstaklega, ég þurfi ekki að framganga í henni, eða bara játa hana. Mínir vitsmunir segja mér þetta er svona og hvað er ég þá að segja? Þá er ég raunverulega að segja að minn vitsmunarlegi skilningur á þessu fagnarindi Guðs hafi bjargað mig frá helviti. Ef það er nóg að gera það.
En vitsmunalega skilningur annara sem ekki eru þar sem ég er, þeir eru þá dæmdir í helviti. Sjáið, þetta gengur ekki upp. Þessi afstaða og svona afstaða felur eða elur nánast alltaf af sér ákveði yfirlæti og andlega hroka. Vegna hvers? Vegna þess að ég fattaði þetta, ég skildi þetta, ég komst að þessu. Eða sem er ennþá vera, Guð valdi mig. Ég heyri frá Guði og ég er alveg sérstaklega kallaður og útvalinn af Guði. Og smátt breytist á hjálpræði Guðs fyrir allt mannkynið í einhvers konar yfirburði hins trúaða sem tekur þessu svona. Þið kannist við þetta, þið viti alveg ég er að tala sannleikanum þessi hluti. Hvað svo oft hefum við ekki heyrt það frá fólki sem ekki er í kirkjunni eða ekki trúir á sama hátt og henni kristni, marginni kristni eða rosalega hroki í þessu kristnu að yfirleiti. Þau eru með þetta sko, við erum allavega til helvítis en þau eru með þetta. Já, þetta er alveg rétt. Þetta er mjög algengt. Ég ætla bara að segja hér og nú og Páll, þetta er það sem er umskurðnarsinnarnir, þetta er það sem þeir voru að halda fram. Þú verður að gera þetta og þegar þú ert búin að fatta þetta og gera þetta þá áttu hlutdeildina. En leið og þú fullyrðir að það sé þín trú, að það sem þú trúir sé það sem að hreyfi hönd Guðs, fái hann til að vinna og starfa og gera gott. Þá er allt í einu ábyrgðin á hjálpræði Guðs komin af Guði yfir á einstaklingin. Með öðrum orðum, það er undir mér og þér komið, hvort við eigum hennan aðgang, ekki undir Guði komið. Hjálpræði verður það þannig eitthvað sem að þú þarft að skilja, þú þarft að túlka rétt, ekki bara túlka, það þarf að vera rétt túlkun og síðan þarf þú að framkvæma. Það er ekki lengur eitthvað sem Guð hefur með afgerandi hætti gert fyrir þig, heldur eitthvað sem þú þarft að framkvæma rétt, vitsmunalega, kenningalega og sálrænt til að þetta virki. Sannleikurinn er hins vegar sá að þessi trú sem Páll er að tala og trú Abrahams, þessi frelsandi trú, snerist aldrei að komast undan eilífri kvöl. Þessi frelsandi trú gengur út af það að endurreisa mannkynið til þess staðar sem það á að vera, sem Guð hafi skapað það til. Þessi frelsandi trú, hún frelsar hinn hungraða til dæmis með því að gefa honum að borða. Hún bjargar heimilislausum með því að veita þeim skjól á köldum vetrarnóttum. Stígur út úr bátnum þegar þörf er á, úr þægilega sætinu sínu í kirkjubyggingunni, ef við getum notað það orðið við bátinn, og út á ólgandi vatnið. Þetta er lifandi trú sem skilar af sér góðum verkum. Þannig að það er ekki trú án verka því að Biblían segir alveg skýrt, sú trú er dauð. En það er ekki það að þú vinnir verkin og sjá hvað ég er klár, því þá kemur sjálfs réttlætingin. Og þetta er efni, þetta er umræðefni sem Páll tekur fyrir aftur og aftur og aftur í bréfunum sínum. Sjálfs réttlæting virkar ekki. Þú vaknar til meðvitundar það sem Guð er búinn að gera og hver hann er og færð að sjá hversu óumræðanlega góður hann er, hversu mikill kærleikur hann er og þú þarf bara að taka á móti. Þessi trú, biblíulega trú, felur í sér fórnfúsan kærleika, jafnvel gagnvart óvininum, sagði ekki Jesú, þú skalt elska óvinni þína. Trúin stendur hugrögg með réttlæti Guðs og réttlætinu bara í lífinu. Stendur með hennum kúðu, jafnvel þegar það kostar eitthvað. Þetta er trúin sem Jesús birt okkur. Lesið hérna Guðspjöllin og sjáu hvað hann sagði, hvað hann gerði. Var ekki nákvæmlega þetta. Hann birti trúna í þessum verkum. Hans verk gengu öll út af það. Að hjálpa, aðstoða, rétta úr þeir sem að minna máttu sín og svo framvegis og stöðuna og allt sem hann kenndi var í tengslu við það. Þetta birti hann okkur og hann sagði, ég er vegurinn, sjáðu hvernig þetta er vegurinn sem þú átt að feta. Þetta er vegurinn til lífsins. Þetta er ekki svona eitthvað óvirkt, vitsmunalegt samþykki, það sem að þú bara samþykkir svona vitsmunalega en það hefur engin áhrif á lífið þitt.
Lifandi trúfesti við Guð birtist í kærleika, miskunn og hugrekki. Jesús Kristur var ekki grískur heimspekingur sem að smíðaði óhlutbundnar kenningar. Hann var gyðinglegur rabbíni sem kenndi með sannleika og verkum hvernig ætti að lifa, þannig að Guð yrði vegsamaður í lífinu og hans kærleikur myndi breiðast út. Ekki til að blíðka Guð, heldur til þess að sýna gæsku hans og náð og lifa lífinu eins og voru sköpuð til. Og ef þið berið þennan boðskap Jesú saman við kennsluna sem við getum lært úr sköpunarsögunni og fyrstu blaðsins í Biblíunni, þá sjáum við þetta smellur saman. Þetta það sem hann er að kenna okkur. Og þetta trúin sem að Guð sá í Abraham, því Abraham var tilbúin að treysta. Hann yfirgaf öryggi sitt eins og ég nefndi fyrir einhvern tímann og heimili sitt og hélt úti óþekkt. Hann fór út úr bátnum. Af því hann treysti fyrir þetta Guðs, þá var ekki búin að sjá þau og hann gæti ekki einlega að sé þau lengi vel hvernig þetta ætti einu sinni að gerast. Því óskopunum gæti þetta gerst. Spurningin er því ekki, og þetta setning sem skiptir gríðalegu máli fyrir okkur öll. Alveg sama hvar við báti við erum, alveg sama hvort við erum kristin eða ekki kristin, hvort við erum trúið á einhvað, eitt eða annað eða við teljum okkur ekki vera neitt trúið. Spurningin er ekki hvort trúin beri ávöxt. Öll trú gerir það og ég ætla að fullyrða ekkert okkar án trúar. Jafnvel þeir sem trúa ekki að Guð sé til. Þeir eru samt með kerfi sem þeir trúa á. Spurningin er ekki hvort trúin þín beri ávöxt, því öll trú ber ávöxt. Spurningin er hvers konar ávöxt ber þín trú, því að af ávöxtunum skuluð þekkja þá. Ávöxturinn leiðir alltaf í ljós og sýnir okkur alltaf sem sagt hvernig rótin er í lífi hvers og eins. Góður ávöxtur felst ekki því að viðhalda trúalegum hefðum, mæti í kirkju, lesa Biblíuna hverjum degi. Þetta er allt gott. Ég er ekki miskilja mig, ég er ekki að gera neitt lítið úr því. Þetta getur hjálpað fjöldamanns, en það eitt og sér er ekki ávöxturinn. Það er það sem þú ert að gera til að rækta þinn innri mann. Ávöxturinn er hvernig þú lifir út af við í kærleika Guðs, eða ekki. Þetta er fullt af fólki sem segist ekki trú á Guð en lifir fallu og góðu, heilbrigðu, kærleiksríku lífi. Það er ávöxtur. Og það er þá einhver trú innan með þeim sem gerir það verkum að þau lifa þannig. Ávöxtin af ávöxtunum skuluð þekkja, sagði Jesús. Og nú er ég svo fegin að þetta voru ekki mín orð, það voru Jesús sem sagði þetta. Af ávöxtunum skuluð þekkja þá, Silla og Valdimurði. Þetta er bara staðreind. Svona er lífið. En trúin sem að rætur trúarinnar eru biblíulegar, þá er alveg ákveðin ávöxtur sem kemur fram og Biblían tala mikið hann reyndar og telur hann upp og Páll telur hann upp meðal annars í þessu bréfi, við eftir að koma því eitthvað seinna, við öðrum þáttum, að ávöxtur biblíulegar trúar er kærleikur, númer 1, 2 og 3, kærleikur, Guð er kærleikur og það er það sem hann er að leiða okkur í. Kærleikur, gleði, friður, réttlæti, þolinmæði, góðvild, hógværð, auðmýkt, samkennd, sjálfsagi. Förum að sé verið þetta. Hvert okkar þarf ekki einmitt á þessu halda. Ok, við getum elskað meira. Kærleikur, gleði. Hversu oft er það ekki sem skortir gleðina? Gleðin, það er styrkur í gleðinni. Friður, friður. Hver þráir ekki frið í lífsitt? Við viljum frið í heiminn, við viljum frið í landið okkar, við viljum frið í alheiminn, við viljum frið innra með okkur. Bæði utan með okkur, innra með okkur viljum við frið. Og Jesús sagði, þessi friður sem ég hef í þessu, minn ávöxtur þar, er æðri öllum skilningi. Hann er svo yndislegur, hann er svo stórkostlegur að það er ekki hægt að ná utanum með mannlegri hugsun. Réttlæti, að þola ekki rangt og leiðrétta ef hægt er óréttlætið. Þolinmæði,
Ég veit að það sá ávöxtur sem engin okkar þar þegar við erum öll þolinmóð. Ætli það. Sennilega sá ávöxtur sem hvað minnst þroskaður hjá okkur flestum. Hver kannast ekki óþolinmæðina? Jafnvel bara að sitja á rauðu ljósi og bíllinn á undan þér fer ekki beint af stað eða strax af stað. Flauta, íta á hann, hvaða, þetta drollaðan. Óþolinmæðin fer með okkur mörg hvert út í móa. Góðvild, að vera góður, hóvar, auðmýkt, ekki hroki og sjálfsheldi. Samkennd. Vá. Sjálfsægi. Þar sé hafa stjórn á öllum þessu á lífi sínu, á hlutunum, ekki og tilfinningum sínum. Ég er ekki að tala um það með ekki hafa tilfinningar, heldur bara, ok, þetta gengur út á þetta síðasta sjálfstjórnin. Kallaði gömlu þýðingu stundum bindindi, ægi sem sagt. Það er ekki bindindi frá víni eða eitthvað slíku, heldur sjálfsægi. Gengur meir út á það að í öllu þessu ferli Guðs að lifa að vaknandi meðvitundar hann og ætla sér að lifa í kærleika og að þá allt okkar líf, það það nefndar hvort sem alveg sem að hvort að stefnað en ekki sístuðust að stefna þessu, þá allt okkar líf þannig að við erum að taka ákvarðinir í öllu sem að okkur kemur innanfrá eða utanfrá. Tökum við ákvörðun, við tökum ákvörðun hvernig við bregðumst við tökum ákvörðun hvort við bregðumst við tökum ákvörðun hvað við hugsum þegar einhvað gerist, við tökum ákvörðun hvað við segjum, við tökum ákvörðun hvað við gerum, já, þetta það sem og þarna ávöxtur þess innan biblíulegar trúar og þess samfélag sem Guð og lofar sem hann hefur gefið ef við vöknum til meðvitundar hann, hann mun gefa okkur ávöxt þess að við taka réttar ákvarðanir, hafa aga í því sem við gerum. Þetta stórkostlegir ávöxtir. Og ég segi bara fyrir mitt leyti, ég þarf á þeim að halda öllum smávöxtum. Ég veit að sum ykkar náttúrulega með og alveg 100% mjög þroskað og góða. Það fínt, sko. Ég ekki þar og flest okkar ekki þar. En við erum að læra. Og þess vegna segi ég hef sagt það áður til að segja það enn. Þetta alveg að verða mottóið mitt. Lífið skóli og námið okkar þar kærleikur. Þetta ferðalagið sem að Guð með okkur á og þetta hinn biblíulega trú. Vil ég láta staðan við. Ég geti sagt margt og mikið viðbót og kannski held ég áfram bara einn eða annan hátt í næsta þætti eða í næstu þáttum svona að tvinna það með. En við látum staðanum við hér og við skulum biðja saman þau ykkar sem að viljið og getið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.